Komið í sæl. Í dag ætla ég að kenna ykkur hvernig á að búa til lyf úr kannabisplöntu sem við getum notað við helstu sjúkdóma sem mannkyni hefur að díla við. Og í það þarf ég fyrst og fremst blómið. Hérna er ég með 50 grömm og þetta er svona annans flokk. Þetta er Indica cannabis sem ég nota. Og svo nota ég hreint ethanol. Ég kýs að nota ethanol 99,97%. Það er hreinasta sem maður getur notað í þetta. Svo er ég með glerkrukkur sem ég nota til að hræra kannabisið upp úr alkóhóli. Og við glerkrukkur, ég kýs að nota glerkrukkur út af því það leysist ekki neitt upp í þeim og það krefst þess að nota mesta hreinlæti sem mögulegt er. Ég er búinn að þrífa þessar glerkrukkur upp úr spíránum og búinn að teipa hérna kaffipoka á til að sía kannabisið í vökvann. Þannig að það sé bara hreinn vökvi sem ég síð upp úr, að það sé ekkert blóm í vökvanum. Þegar það er blóm í vökvanum þá brenna þau bara og gera olíuna kekkjótta og það viljum við ekkert. Við viljum hafa hana hreina og gott quality í þessu. Það besta sem við getum gert. Svo þarf bleiur til að sía ennþá betur. Það þarf kaffipoka. Það þarf sleif til að ná öllu úr pottinum. Það þarf sprautur til að sjúga olíuna upp í. Það þarf hrísgrjónapott og helst með einni stillingu og hann má ekkert fara mikið yfir 110 gráður, bara helst ekkert yfir 110 gráður. Svo er ég með kaffikönnu eða basically bara hítara til að gera síðasta feysið á olíunni. Og það er 70 gráður hiti. Og svo er ég með hanska. Því þetta er mjög sterkt alkóhól og þú vilt ekkert vera að setja þetta rosa mikið á skinnið á þér. Núna tek ég blómin, set hérna í glerkrukku og hérna set ég ethanolið út í blómin. Og þetta þarf að hræra saman í 3 mínútur. Þessu hræri ég bara vel saman. Þannig að þetta bindir sig vel, þríf þetta mjög vel, þríf blómin upp úr alkóhólinu. Þannig að við náum sem mestum kannabinoidum úr blóminu. Og ég er alveg á því að sjúklingurinn eigi að búa til sitt eigið lyf. Svo hann kynnist lyfinu sínu og viti hvað með henni í hendunum, svo það verður hérna tenging á milli. Ég kýs að vera út í sveit, utandyra, hreint loft, bara gott. Í þessu koma út miklar gufur sem eru sterkar og þú vilt ekkert vera að fylla húsið af þessu, því þetta er mjög eldfimar gufur. Og passa sig að sé ekkert sem getur búið til neista. Núna fara að vera komna 3 mínútur, þá setjum ég aðeins ekstra hraða á þetta. Ef maður er með spýtun alltaf í botninum, þá slettist ekkert upp úr. 3 mínútur komnar. Það sem ég geri, ég tek bleiur, svona barnableiur, til að flýta fyrir hérna síunni, þannig að þetta sé hreinna og helli yfir. Við sjáum að það kemur svona gulllitaður keimur af þessu. Getur verið frá að vera grænn upp í að vera gulllitaður. Við kjósum að hafa hann gulllitaðan. Því það er ekki eins mikið græna í plöntunni. Og svo vindi ég vel úr. Það er best að hafa svona 3, því það er flýta þá fyrir síunni. Og hérna síast vökvinn. Þannig að það sé ekkert efni í þessu annað en alkóhólið og kannabisnótanir.
Núna þetta búið að síast og orðið tilbúið í suðu. Þetta tók cirka 1,5–2 tíma að síast. Maður þarf að bíða þangað til allt búið að síast í gegn. Nú sjáum við þessi orðið alveg þurrt og það sem situr eftir eru kristallar með engu kannabis í, engum kannabisnautum í. Og eftir þetta þá tek ég kaffipokann af, set hérna yfir í pottinn og byrja að sjóða. Ástæðan okkur ég nota hrísgrjónapott, hann er mjög jafnan hita og hann fer ekki yfir 110 gráður. Ég er að fara að sjóða alkóhólið niður svo aðeins kannabisnautarnir verða eftir eða lyfið olían verður eftir. Þetta var ekkert stórt magn sem við vorum að gera, mikið magn sem við vorum að gera núna. Þannig þetta ætti ekki að taka langan tíma að sjóða. En þetta getur tekið ágæta tíma að sjóða þegar maður er með mikið magn, sko. Núna bíðum maður bara eftir suðu. Það tekur 5 mínútur að koma upp suðan í pottinu. Og ef þú ert með pott sem er ekki með einni stillingu heldur 2, þá skaltu alltaf nota low stillinguna, lægri stillinguna. Nú við vökum byrjar að sjóða og gufa hratt upp. Og þannig að sjóða í kringum 110 gráður. Og þetta má alls ekki fara yfir 157 gráður, eða helst ekki yfir. Því það byrjar að brenna THC-ið. THC brennir 157 og CBD brennir 180 gráður. Nú er ég komið á það stig að suðan er að koma upp í síðasta skiptið og þá held ég þess á miklari hreyfingu þannig að það brenni örugglega ekki neitt og bæti svona 3–4 dropum af vatni oní því vatni hefur hærra suðumark upp á að ná öllu alkóhólinu úr og það er betra að skilja eftir vatn í staðinn fyrir alkóhól. Núna sjáum við þegar olíinu byrja að myndast og skilja sig svona aðeins frá vökunum og þá fer þetta stig í hrísgrjónapottinum alveg að klárast og skiptum við þá pott. En þið sjáum hvernig liturinn á henni er orðin töluvert dekkri og hún er byrjað að hreyfa sig öðruvísi, hún er orðin þykkari. Núna er þetta komið í þessu potti, þá færum við þetta yfir í minna ílát og það mun sjóða í 70 gráðum í dágóðan tíma. Og nú set ég þetta yfir á kaffikörnuna og þessi flötur er með 60–70 gráður. Og ég læt hana malla hérna og leið og hættar að byrja að bubla í henni, þá er lyfið tilbúið. Núna er ég að bíða eftir, þetta er búin að vera núna í hálftíma, klukkutíma. Og hún er ekki enn komin á lokastigið, sko. En það er komin teygja í hana og hún fer alveg að smellin. Nú er hún tilbúin að það er búin að sjóðast núna í klukkutíma 2 og alveg hægt að bubla. Þá er lyfið tilbúið. Þá slekk ég bara undir. Leyfið aðeins að kólna. Hægt og rólega. Gerir sprautuna tilbúna. Úr þessu sem ég bjóð til sem voru það bil 50–60 grömm af ágætu blómi eru rúmlega 2 millilitrar. Það er hægt að setja kókosolíu onni í þetta og þessi olía leysist mjög vel upp í kókosolíu. Þá setur þú bara nokkra skeiðar af kókosolíu onni, setur aftur á helluna og blandar þessu út í meiri magn af kókosolíu. Þá ertu komið með mjög góða kókosolíu sem getur borið á skinnið þar, borðað, sett í mat, shakeið inn, sett í baðið, hvað sem þetta er í hug. Láta ímyndaraflið fljóta. Þetta var olían sem ég gerði núna í dag og þetta er olían sem ég gerði fyrir cirka mánuði síðan og er mjög gott quality. Og úr þessu sem ég gerði í dag komu cirka 3 grömm úr 50 grömmum af kannabisi og það setur smá eftir.
Nú ætla ég að prófa að sjá gæðin í henni. Það gerir ég smá, já, hún alveg svakalega þykk. Hún það þykk að ég næ henni alltaf úr sprautinni, sko. Ok. Setjum dropa þessu, svo dropa þessari. Svo við sjáum munin á góðu blómi og lalablómi. Gefum þessu út. Svipaður litur. En þegar ég strýk, það kemur þessi fallegi gullitaði litur. Ég strýk þessa, sjáum það aðeins grænni. Hérna sjáum þið gæðamunin í olíunni. Þessi aðeins svona grænni og voru aðeins laufblöð í henni. En þessi unnin úr pjúrablómi með engu laufblöðum. Nú þessi aðgerð búin. Ég vona hún hjálpi einhverjum og gangi þér vel og takk fyrir mig.